Góðan daginn. Í þessu þætti ætla ég að fara yfir hvað að vera með félagslega háa stöðu og hvað við gerum sem lækkar okkar félagslega stöðu og hvað við getum gert til þess að hækka okkur félagslega stöðu eða vera með háa félagslega stöðu. Af því ég man eftir því þegar ég var yngri þá fekk ég ekki svona virðingu, ég fekk ekki athygli eða var svona pínu ósýnilegur fyrir öðrum. En ég man eftir fyrsta skiptinu þegar ég fór niður í bæ og þarna var maður sem bara vildi innilega kynnast mér og sýndi mig athygli og sýndi mig virðingu og vildi vita eitthvað mig. Þannig að á einhverju tímapunkti þá var ég búinn að gera eitthvað til þess að gefa frá mér að ég væri með hærri félagslega stöðu. Hvað er að vera með háa félagslega stöðu og hvað er það eiginlega? Það er að þú gefur frá þér merki og sýnir að þú ert með háa stöðu í samfélaginu. Oft er þetta, menn sem kannski er búin að ná langt eða menn sem eru virtir á öðrum mönnum eða menn sem er rosalega mikinn pening og menn sem kannski keyrum á flottum bílum og klæða svo vel. Það er allt merki háa félagslega stöðu. En þeir gefa frá sér merki sem segir þetta, sem með líkamannum, hvernig tala og allt svoleiðis. Og við ætlum að fara yfir þessi merki, hvað við gerum ekki. Þú myndir klæða í föt sem kostar rosalega mikið, jakkaföt og eitthvað svoleiðis og ert ekki að gefa frá þér þessi merki á með háa félagslega stöðu, þá mun fólk sjá gegnum fötin, dressa sig upp og sýna að eiga mikið pening en eru samt ekki búin að vinna kannski innra með sér og vera sjálfsöruggur og sýna það að þeir horfa á sjálfa sig sem menn með háa félagslega stöðu. En í þessu þætti, þegar ég tala háa félagslega stöðu, þá er ég ekki að tala að maður sem á mikið peningum eða maður sem er í fjölmiðlum eða maður sem stjórnar fyrirtæki eða maður sem er virtur af mörgum, en ég er basically að tala þegar þú ert í vinnunni kringum annað fólk eða þú og félagin eru saman. Ég er að tala tilteknar aðstæður þar sem þú ert með einhverjar manneskju. Það getur verið 1 á móti 1, það getur verið 2 á móti 3, það getur verið 5, það getur verið í partí, það getur verið niður í bæ, en bara hvernig þú sýnir að þú ert með háa félagslega stöðu innan þennan hóp. Meikar þetta sens sem ég að segja. Ok, við sem mannfólkið erum alltaf að gefa frá okkur merki ómeðvitað sem annað fólk er að lesa ómeðvitað. Og þetta er svona alltaf gerast þó þú ert ekki að pæla í þessu eða neitt svoleiðis. Og þú getur ímyndaðar að þú sért skjávarpi og það sem er að gerast inni er það sem gerast inni í skjávarpanum og myndin sem kemur út af skjávarpin er til dæmis líkaminn. Þannig að þú ert stressaður og gerir eitthvað hreyfingu þá getur fólk séð að þú sért stressaður að þú ert að gera ákveðna hreyfingu. Að sé eitthvað svona óöryggis tilfinning fyrir innan og þannig að við erum að gefa frá okkur merki þegar við vitum ekki af því. Sum eru svona alveg sönn merki sem er mjög erfitt að feika og sum merki er léttara að feika. Og sum merki segja eitt ákveðið okkur og sum segja allt annað okkur. Og við ætlum að fara yfir þessi merki þannig að við getum hægt að gera þau sem er að lækka okkar stöðu í samræðum. Svo ætlum við að fara yfir í hvað við getum gert til þess að hækka. Í dýraríkinu eru við með svona merki og við tökum til dæmis með ljón. Faxið eða loðfeldur sem hann er með því þykkari og dekkri á litina hann er því heilbrigðari er ljónið og líklegar til þess að vinna bardaga. Ef ljónið nærist vel þá dekkist feldurinn. Þannig að þetta eru svona merki sem er ekki hægt að feika en eru sönn. Og eitt af þessum merkjum sem er sönn merki sem er erfitt að feika það er augnsamband. Að horfa í augun á einhverjum og ekki líta undan. Af því þegar við gerum þetta og erum ekki vanir þá fáum við þessu tilfinningu að vilja bara líta undan, líta niður. Og að geta æft sig í að horfa í augun á einhverjum í nokkrar sekundur án þess að líta undan. Og þegar manneskjan sem er með hærri félagslega stöðu horfir á sjálfan sig með hærri félagslega stöðu, hærra verðmæti, hann fær ekki þessa tilfinningu til þess að líta undan. Þannig að með að horfa í nokkrar sekundur í augun þá ert þú að sýna að þú ert ákveð öruggur með sjálfa þig. Og þú byrjar að gera þetta og getur það verið erfitt. Ég man bara fyrsta skipti ég var að byrja á þessu það maður, alltaf ekki að horfa. Ég man bara þegar ég byrjaði á þessu og ég ætlaði að horfa í augun og ekki líta undir. Svo leit maður í augun og manneskjan horfði tilbaka og maður bara svona, oh shit, og leit undan og bara, nei, ég ætlaði að horfa í augun, leiti aftur tilbaka og get svona bara clusterfuck. En þetta tekur æfingu. Ef þú átt erfitt með þetta, þá er eitthvað ennþá dýpra sem er ángraði sem þú þarf þá að leita eftir hjálpar eða vinna betur í. Þannig ég mæli með því.
eitt sem þú getur gert sem þú horfir augun á einhverjum og heldur í nokkra sekundur og svo til hliðar, horfir rólega til hliðar eða blikkar og rólega til hliðar, þetta make a sense. Við vitum alveg að tveir gaurar að horfa augun á hverju öðrum niður í bæ og hvor er að lítur undan, þeir eru að fara að berja hvern annan, þannig að við viljum ekki lenda þar, en það er mjög ólíklegt þegar það gerist, þeir eru bara svona í ræktinni eða eitthvað úti eða eitthvað svoleiðis. Og svo stundum að horfa augun getur þú of lengi, við viljum ekki vera of lengi að því, eins og þú ert að fara inn í lyftu, 1 sekúnda er of lengi þar, af því yfirleitt fólk horfir ekki í hverju augun og hverju öðrum að bara svona En allavega ég fekk símtal núna með henni að taka upp þátt, þannig að ég þarf að hafa miklu styttri heldur ég vildi gera. Ég er að fara í flug til Ísafjarðar að leika bara núna eftir 2-3 tíma, en eitt sem þú þurfa alveg hægt að gera er að hætta að horfa niður, frekar að horfa beint áfram eða horfa upp eða til hliðar, bara hætta að horfa niður. Það segir bara eitt, lítið glísér. Með að horfa beint áfram og ekki að horfa niður er að segja þú ert miklu sjálfs öruggari. Þriðja sem við getum gert sem er svona sönnmerki að það er að vera hægari í hreyfingum. Af því hraðar hreyfingar sýna oft svona óöryggi eða stress eða ójafnvægi, en ef þú ert svona aðeins hægari og rólegari þá ertu að segja að þú sért yfirvegaður og meira jarðbundin. En þetta er aðeins kannski flóknara heldur en að bara vera hægur, en að læra að slaka á og vera rólur og sitja. Þannig ekki með að sitja eitthvað stað að taka pláss. Þú tekur pláss með að sem sagt bara sitja í þínu sæti, þínu sófa eða hvar sem þú stendur og ert ekki að gera líkaminn minni. Einhver þarf að komast framhjá, alveg kurteisi, þá bara leyfur hann að fara framhjá eða ert í hurðagættinni eða eitthvað svoleiðis. En almennt hætta minnka líkamann okkar. Við eigum rosalega mikið til með að gera þetta, að þú skoða bara og sérð þegar einhver þarf að komast fram hjá einhverjum eða sest hliðina á einhverjum að þeir bara svona minnka sig. Ég var í einu kvikmyndasetti og hann var með sinn stól, þessi gæi, en hann reyndi að gera sig svo lítinn og minnka sig svo mikið að hann var bara eins og hún leið bara eins og hún var fyrir öllum, samt var hann með sinn stól. Þannig að hætta að gera okkur minni með líkamannum. En hvað eru merkið sem lækka okkur félagslega stöðu? Þetta eru merkið sem er miklu léttra að feika fyrir suma og suma ekki, eins og ég var að tala með skjávarpan. Þetta eru merkið sem sýnur rosalega mikið hvað er að gerast innra með þér, og við mannfólkið erum alltaf að lesa þessar merki ómeðvitað. Tala ekki að stelpur eða konur, þau pikka upp á þessum merkjum eins og ég veit ekki hvað. Þeir nota þessi merki til þess að meta hvort þú ert maður eða ekki, ómeðvitað. Öll merki sem sýnur úr kvíðin eða stressaður, og stundum er maður kannski ekki stressaður kvíðin, er bara mikla orku, og eins og fyrir mig þá á ég til með að kroppa negljunar, en ég hætti því að ég vil ekki sýna að ég sé eitthvað svona pínu stressaður eða mikla orku í mér. Sumir hrista löppina rosalega mikið, sumir þeir naga negljunar, og þú ert að naga negljunar þá ekki eingöngu getur þú bara hætti í, fyrir suma erfitt eða hættir í, en þá munur fólk alltaf sjá að þú er búin að naga negljunar langt upp, og þetta segir eins og það séð eitthvað svona vandamál, eitthvað svona innra með þér sem nærði ekki stjórn á, af því að maður getur haft stjórn á líkamannu, maður getur haft stjórn og er yfirvegaður með að taka þessu svona stress hreyfingar sem við erum með og hætta þeim, og þetta er bara oft þjálfun að hætta þessu, og stundum grípi ég sjálfa með að gera þetta sko. Ég kannski setja ykkur starf og er með eitthvað í höndunum og er svona gett mikið að hreyfa það, skilur, og þegar mikil orka, það er ekki endilega verið þessi stressa kvíðin, en bara svona vanið að vera að hreyfa eitthvað, og þá bara stoppa ég sjálfa mig og bara sit, anda og slaka á og þjálfa mig í því og þykja ok að læra að vera ok bara að sitja og ekki að hreyfa sig, bara slakur, þarf ekki að hreyfa mig kannski að hægar og svo rólegara, og fyrst þú gerir þetta þá er þetta rosalega svona óþægilegt, þú ert bara ná tökum á þessu og þú ert að fara ekki móti hvernig þú ert vanur að vera, þannig að fyrst ertu meðvitaður þetta, þá ertu að stoppa þig og svo byrjar að gera þetta miklu eðlilega að bara á eðlilegan hátt að hætta þessu, þannig að þetta verður ómeðvitað fyrir þig. Og svo annað merki sem við gerum, það er til dæmis að braka í puttum. Þetta býr til svona hljóð og þetta sýnir svona og nærði ekki að stjórn á þinn eigin líkama. Þú ert alltaf að braka, alltaf braka í puttunum og eitthvað svolítið, svo það býr til hljóð.
og það getur oft verið svona off-putting fyrir aðrar manneskjur. Og svo annað að horfa mikið kringum sig. Þú ert alltaf að horfa í kringu og alltaf að skoða og þá ert að sýna það svona segir ómeðvitað eins og sért óörugur eða ert ekki viss. Ef þú sér kött labba inn í herbyggi sem nýbúið að hreyfa allt til í herbygginu, eða út kött bara búin að hreyfa sófan, hreyfa rúmið eitthvað, þá labbar hann inn í herbyggi gett hægur og byrja að skoða sig kringum og bara svona eins og all veröldin búin að snúast við að þú hreyfðir eina kommóðu að þeir eru ekki vanir þessu umhverfi. En þegar kettin eru vanir umhverfinu þá pælar ekki í því, þeir bara labba, vita hvað allt og svona. Þannig að geta minnka að vera að horfa í kringum sig og skoða hvað aðrir eru að gera og pæli öðrum, að vera miklu meira í núinu og vera með viniðinum og reyna að hafa gaman og njóta þess án þess að vera að skoða í kringum sig. Ok, það var komið að 5. sem mig langar að tala og það eitt að gefa frá sér viðurkenningu og samþykki og það annað að leitast eftir samþykki og viðurkenningu og svo 3. hluturinn sem ég ætla að ræða við ykkur. Það að halda fyrir sjálfum sér viðurkenningu eða samþykki frá öðrum sem þýðir fólk sem horfir á sig sem með háa félagslega stöðu. Það ekki mikið að gefa frá sér viðurkenningu eða samþykki. Það svona heldur í þetta eins og gjaldmiðil og svona gefur sumum og sumum ekki. Þú vilt svona halda þessu eins og gjaldmiðil. Bara stundu viltu leyfa einhverju fólk fá viðurkenningu og samþykki og stundu viltu halda þig. Þá ég ekki að tala að vera fáviti eða vera dikk eða vera leiðilegur eða hrokafullur eða dissa einhvern eða ekki vera vinalur. Þetta snýst ekki það sko. Það snýst að halda þinni viðurkenningu og þínu samþykki frá öðrum. Og hvernig gerum við það? Okay, segjum að þú ert í einhverju samræðum og ert með einhverju manneskju og hún segir eitthvað sem ekki fyndið og þú hlærð bara svo að hún fái góða tilfinningar. Þannig þú að gefa manneskjunni samþykki þitt. Staðan fyrir að ekki hlæja. Sem sagt, ef það ekki fyndið, ekki hlæja. Þú ert ekki að dikka barið, þú ert ekki að leðlur, bara ok, áhugavert. Og númer 2, ekki vera að gefa einhverjum athygli á óþarfa, hrósanum á óþarfa. Eins og að þegar ég hrósa mannesku, þá hrósaði henni bara þegar hún virkilega á það skilið. Ég ekki að bara hrósa að því bara. Þá líka hrósið milli verðmætara hjá þér. En heldur en menn sem eru alltaf að hrósa öllum og alltaf að segja flott og góða hluti og svoleiðis. Þú vilt svona minnka, eins og gjaldmiðil. Eiga þetta inni að minnka að spyrja fólk hvað finnst þér, þetta í lagi og þá ég að tala að allt lagi að fá álit og skoðanir og pælingar en oft eigum við til með að spyrja þetta í lagi má ég þetta eða hvað finnst þér staðan fyrir að horfa innra við bara hvað finnst mér þetta í lagi ég sáttur með þetta, ég ánægður með þetta þannig að þú getur minnkað að spyrja álit hjá fólki og fara að spyrja meira sjálfa þig og fá þitt eigið innsæi hvað þér finnst og treysta meira á sjálfa þig. Og svo að seinasta að hætta að kinka kolli eða minnka. Þegar þú ert að tala við einhvern eða einhver að segja eitthvað eða tala við eitthvað svoleiðis, minnka að kinka kolli. Þú veist, maður sér oft að manneskjur eru að tala saman og annar gæinn bara já. Þú veist, alltaf kinka kolli. Ef þú minnkar þetta, þá sýnur þú meira að þú ert bara að hlusta og ert ekki að gefa frá þér viðurkenninguna eða samþykkið. Þegar að kinka kolli að gefa frá sér samþykki. Það sem hann að segja eitthvað og þú ert að reyna að sýna það þú samþykkur það sem hann að segja. Að bara minnka ert að pínu að halda pínu svona valdi fyrir sjálfa þig. En að gefa með eitthvað sem þú ert virkilega sammála, þá kinkar þú kolli. Og eitt annað lokum, ekki þykjast fá góða tilfinningar frá öðrum manneskjum ef þú ert ekki að fá góða tilfinningar. Til dæmis þykjast að hlæja einhverju sem ekki fyndið, eitthvað svona nervous, eitthvað svona stresslátur svona, já ok, þetta var fyndið wow. Þetta var ekki fyndið. Ekki verið þykjast að fá góða tilfinningar ef manneskjan gerir eitthvað rangt við eða gerir eitthvað sem líkar ekki. En allavega, þá komið á lokum, þetta miklu styttra heldur en ég vildi hafa þetta og ég vildi fara miklu dýpra í þessu mál en ég þarf bara að slúta þessu því ég fara í flug, þannig að takk kærlega og við sjáumst.